Þess að komin til Noregs með landsliðinu, hvernig þessi dagar hérna í Noregi búin að vera? Bara mjög góðir, mjög hefðbundnir í svona landsliðsferð, æfingar og fundir og svo bara slaka á milli æfinga og bara fókusa á að hugsa leikinn. Spilum við Noreg fyrir stuttu síðan, það var hörkuleikur, kannski hættulegri í þeim leik, en svona hvað þurfum við að gera betur þess að vinna á föstudaginn? Bara einfalt, við þurfum að skora. Ef við hefum skorað í síðasta leik þá hefum við unnið leikinn, þannig að já, ef við spilum bara eins og við gerum síðast og bara skorum eitt mark þá vinnum við leikinn. Það ekkert eitthvað rosa mikill munur á þessum liðum, það má alveg búast til hörkuleik. Já, Noregur með hörkuleikmenn, það vantaði nokkra leikmenn hjá þeim í síðasta glugga en við erum líka með hörkulið og hörkuleikmenn þannig að við þurfum bara að spila eins og við getum spilað og þá, já, vonandi fáum við 3 stig á leiknum. Með þeim í riðli á EM og svona góð árnapröfa fyrir EM? Já, góð árnapröfa en eins og þá erum við bara að hugsa þennan leik og erum ekkert að spá í EM akkurat núna. Undirbúningurinn fyrir þennan leik á föstudaginn gengið eins og sögu, gengið vel? Já, bara erum búin með 2 góðar æfingar og förum vel yfir þær að fundi þannig að þetta hefur bara gengið mjög vel. Gaman alltaf að koma til móts við landslið og hitta vinkonunnar og svona? Já, ótrúlega gaman, alltaf gaman að hitta vinkonunnar. Skemmtilegast að hitta Sveindísi? Stundum. Ég fæ að spyrja út í félagsliði, þú veist, Inter, geggja tímabil, markmaður ársins á Ítalíu, þú veist, hvað olliði og áttu svona frábært tímabil hjá Inter? Ég hef náttúrulega ekki spilað fótbolta í mjög langa tíma og ég var að koma úr erfiðum meiðslum þannig að ég hafði bara enga tapa, fékk traustið og ég hafði nú vitað í langa tíma að þegar ég fengi traustið alveg þá myndi ég spila vel og var að sýna það núna. Ég líka var bara að njóta þess að spila með enga pressu, vildi bara fara í liða sem ég myndi spila og já, bara ótrúlega skemmtilegt. Ítalski fótboltinn skemmtilegur? Ótrúlega skemmtilegur. En svona lífið utanvallar, það hlýtur líka að vera mjög skemmtilegt. Já, bara það er geggja að búa í Ítalíu, ég mæli mjög mikið með það. Hvað er svona að gerast núna í þínum málum? Hvað er svona eitthvað að tala um að Inter vilji kaupa þig og svona, hvað er að frétta? Eins og núna þá er ég 1 ár eftir af samningi Bayern þannig að það er bara annarkvort að fara þangað eða eitthvað lið þarf að kaupa mig og já, eins og staðin núna er ég ekki núna að skrifa undir neitt eða ákveða neitt þannig að það verður bara að sjá. Svona Bayern eitthvað mögulega að vera áfram þar? Nei, það er ólíklegt. Það er ólíklegt. Þú veist, er þeir þá ekki tilbúinir að, þú veist, hvað lofa þér að vera aðalmarkmaður eða eitthvað svoleiðis? Já. Leiðilegt að heyra það? Svo sem ekki. Ég bara get ekkert sagt í því náttúrulega og það er náttúrulega alltaf erfitt að lofa ykkur að vera aðalmarkmaður en planið á þeim var að ég myndi skrifa undir og fara svo aftur á lán og koma svo tilbaka en ég var bara ekki tilbúin í það. Ef að ég get alltaf komið aftur til Bayern og ég get alltaf ef ég vil í framtíðinu og ef að við náum samningum þá getum við gert það en eins og staðin núna þá var ég ekki tilbúin í að gera það. Hvernig voru bara svona samskipti við Bayern meðan þú varst á láni? Fannstu svona fyrir því að þið voru mikið að fylgjast með þér? Já, ég fann fyrir góðan stuðningi hjá þeim í Bayern, þau voru duglega að vera í sambandi og já, ég náttúrulega var ennþá Bayern leikmaður þannig að maður fann alveg fyrir því. Langaði að vera áfram í Inter? Mér líður mjög vel þar þannig ég er alveg mjög opinn fyrir því. En þú veist, er áhugi frá einhverjum öðrum liðum? Já, það er alltaf áhugi og svona en maður verður bara að skoða þegar kemur tilboð og skoða það vel og nú hef ég tíma í sumar til þess að gera það. Er þetta skemmtilegast að vera í? Er það svona væntanlega að pæla mikið og svona, er þetta flókið skemmtilegt? Hvernig er þetta? Hvað segir ég að? Verið í svona stöðu þar sem er svona áhugi á þér eftir geggja tímabil? Nei, mér finnst það ekkert mjög gaman. Mér langar bara að ákveða eitthvað þegar ég fer en já, eins og staðin núna líður mér ótrúlega vel hjá Inter og langar bara að vera þar. Svona, já, framtíðin að vera kannski áfram með Inter, er þetta spennandi? Ótrúlega spennandi, við erum með hörkulið og erum komin í meistaradeildina sem er ótrúlega spennandi í fyrsta sinn í sögu félagsins og kvennaboltinn þar er bara á hraðari uppleið, þetta er frekar nýlegt lið þannig að bara gaman að hluta sögunni. Það er stutt í EM, það eru 2 leikir núna, svona, þetta eru svona síðustu metrarnir fyrir Evrópumótið og svona bara sumari og svona, þetta verður spennandi. Þetta verður ótrúlega skemmtilegt og já, þetta verður bara geggjað. Þannig að bara svona möguleikarnir fyrir EM, þú veist, eru þið eitthvað mikið að spá í því að svona þessi 2 leikir núna vantilega svona klísja að segja að þessi bara spá í þessum leikjum, það hlýtur að vera svona aftast í hugunum einhvern veginn að stutt í EM? Já, maður náttúrulega veit að við en bara
í alvörinu maður bara með fókus á þessa 2 leiki. Akkurat núna ég bara með fókus á Noreg, svo fer maður bara að hugsa Frakkland, svo fer maður í smá frí og svo kemur bara EM. Maður í fótbolta og getur ekki verið að hugsa allt of langt og veist aldrei hvað gerist eða þannig, þú verður bara að vera í núinu þannig, en auðvitað ótrúlega skemmtilegt sumar sem maður búin að vera spenntur í langa tíma, en já, bara fókus á leikinn á föstudaginn. Takk fyrir þetta, Sessa, og gangi vel. Takk fyrir.